Hér verður tekið fyrir kaffihúsaleiðir í Petrov og já, þetta er svona hugsað í hraðskákum og atskákum en það mætti nú kannski alveg prófa þetta í langri líka. Já, hvað þess að krydda upp á þetta hafa hérna nokkra myndir af skákmótum á kaffihúsum og úti líka. Þarna eru margir þekktir íslenskir skákmenn á góðri stundu, alls konar vélar á ferðinni, forsetinn hann með einhver glæsileg gleru, Gauti Páll, Sigurbjörn, Helgi Ás, Sigur Eiríks og Akureyringarnir. En nóg það, við skulum kíkja á kaffihúsaleiðir í Petrov. Nú eflaust einhverja pæli í hvernig hægt að lífga upp á Petrovinn, en þá hérna hugmynd að drepa á E4 í þriðja leik. Ég er nú búin að vera lengi í þessum bransa og ég hef nú aldrei neitt pælt mikið í þessum leik, sko. Ég bara hugsaði að þetta var bara fáránlegt, dróning E2 og svartur bara í vandræðum, en þetta er kannski ekki alveg, þetta er ekki alveg svo einfalt, sko, eins og við munum komast að. Dróning E7 og D6, það er nú hugmyndin bak við þetta. Og hér er D4 aðaleikurinn, en F4, það þarf aðeins að vita hvað á að gera á móti því. Og það er drepið og það er með drottningu, biskup 1-6. Nú rittari C3, þá er líklega bara best að leika A6. Og við erum að fara að sjá hérna á öðru vonum rittari C6 löngkrókun, og þá getur rittarinn frá D4 og það er það svolítið opið fyrir hvíta kóngin. Biskupinn er á C1. Þetta verður ekki svo auðvelt hjá hvítum að klára hrókera, og hugmyndin með A6 var að valda B5 reitin. Við vildum helst ekki vera að fá rittarinn hérna á B5, þannig að A6 var ágætisleikur. Ég er svona efast að margir sér leika F4 í þessu. Það virkar einhvern megin eðlilega að leika D4 og opna fyrir biskupinn. En sko aðeins kíkja betur á það. F4 og eftir er bara E5, F5. Það eru tvei leikir hérna, dróning 1-3 eða dróning F4. Og segjum dróning E3, þá er þetta í C6, hótum á E5. Og D4, þá hefur við hérna þetta system og við erum bara með betri stuð. Náum peðinu tilbaka. Þetta í C3, þá er þetta B4 góðleikur. Hótum á C2. Og skákar. Þá getur hvítur ekki valda á C2 með kongur D1. Þá leikum við bara biskup E7. Við getum bæði bara hrókera langt, eða við getum ekki hrókera langt alveg strax út af hrókera A7, en það er þetta hrókera stutt. Og einn er þetta að leika A6 og síðan langhrókera. Það eru möguleikar, en þetta nú virkat aldrei hættuleg staða fyrir hvítan, sko. Kongur D1 strax, biskup 1-6, A3, bara sínum hvernig getum telst. Og hér er hugsanlega bara löngkrókur næsta döfinni við eftir leik. Biskup B5. Þá getum við ekki fara að langkrókera. Þá er G5 athyglisverður. Við erum sérst bara, það er hérna F4 í kortónum og biskup G7, og við erum með mjög spennandi sóknarstöðu. Við erum langt á undan í liðskipan.
og ég myndi alltaf persónulega taka svart hérna, þetta ég ekkert að móti að fórna peðum í byrjunum, en já. Nú D4 annar leikur, að valda E5 peði, þannig K4, já það drepið, þannig F4 önnuleið, þá það G5 skemmtileg leikur, rittari C6, biskup 1-6 upprópunarmerki, C4 svart og grænt ekkert að drepa á G5, það er alltaf voni hérna á D4, það er úr Shiki. C4 löngrókun D5, þá hefur við hérna skemmtilegt system og þetta er bara mjög vanlegst á svartan. Allt opið fyrir konginn og við getum fara með rittarinn á B5 eða D4 og síðan hóta auðvitað hókudripur E5 skák. Það er náttúrulega aðalhótun. Þetta er ekki nægilega gott og hvít. Þannig að D4, það er aðallínan. D-dripur E5. Hér er sannlega bestur hvítanandar með peð og E5. Við skulum skoða fyrst drottning drepur E5. Það er svona þinguð atburðarás, biskup B5. Ég myndi greina þetta, en við skulum skoða fyrst F4 sem er vafasamleikur, biskup F5, C3. Ef hann leikur biskup D3 þá bara drepið og rittari B4 og D3 peð, já það mun líklega falla sko eftir langar hókun. Sjáum það, kongur D2 löngrókun. C3 löngrókun. Hér er sem sagt eins og sjáum að öðru planið er F6, biskup C5 og hrókur H til E8. Og þetta er bara hansi mikið problem fyrir hvítan eiga við sko. Segjum biskup B5, þá er F6 og ef þetta er bara F6 þá er biskup C5, góðleikur, svart stendur betur. Það er bara allt á hvítan eftir húkur E8. Nú biskup 1-3, kemur við fyrir biskup C5, þá er G5 upprópunarmerki. Og ef við reynir að halda í þessa peðastuðu, þá er biskup H6, þá hóttum við að drepa á E5. Þannig að hvítur kongur F2 og rittar 1-7 og við sjáum að rittarinn getur fara á D5 eða G6 og það er bara öll staðan og svartan. Rittari D2 er annarleikur og ef hann leikur biskup 1-2 þá náum við bara í peðið og biskup G6 bara í uppstaða. Það var engin vandamál í svartstöðunni, hrókur E8 að koma. Rittar F3, þá er bara að drepa tvisvar á E5 og hrókur E8 og það er bara rjómastaða. Þannig að biskup F4 annleikur, biskup F5, C3 löngrókun, þetta er alltaf svona svipað. Ekki gengur rittari D2, það er bara að drepa á E5 og hrókur E8 og svo bara F6, hann á mig kallinn. Biskup C4, það er alltaf það sama. F4, F6, hér hrókur F8 og það, við hóttum bara að drepa á E5 næst og það er engin vandamál. Þannig að alltaf þetta trikk hérna á E5 eftir langar hókun. Nú stuttrókun, drepa á E5, biskup D3 hérna,
skemmtilegu leikur. Við erum að nýta okkur hvað hvítur er veikur í borðinu. Getur aldrei drippað á D3 út að máta á E1. Nú ef hvítur leikur B4 þá leikur hókur F8 og við erum bara með betri stöðu. Sjáum ef hann drippi hérna. Þá hóttum við á C5 og eins er hókur E2 fristandi. Svartur allan aldrei með verri í þessu. Nú rittar A3 biskup 1 og 2 og hókur E7. Svartur stendur betur. Búin að ná í peðið og með alla stöðuna. Þannig að hvítur getur mjög auðveldlega bara fengið að gera beyglu ef maður veit ekkert hvað hann gerir í þessu sko. Og biskup F4, biskup F5 biskup B5 dripið á E5 og hér hefur hókur D5 sem er skemmtilega leikur og svart stendur betur. Þannig að við skulum kíkja hérna á aðalínuna í þessu. Biskup B5 biskup D7 hrókering löngrókun. Önnur leið er að drepa á E5. Það verður eftir allt í lagi líka. Drepa á D7. Samar hókur E1 hefur ekkert upp á sig, það bara löngróku við. Getum drepið á B5, máta á D1. Kóngudreipur, þetta verðist nú bara vera eiginlega jafnt sko. Ég sé allavega ekki að hvítur sé að fá eitthvað mikið. En löngkrókun er svona mainline hjá mér hérna. Hótum á E5. Eins getur þetta D4 verið hótun. Biskup F4, dreipa á E5. Þessi stað er bara jöfn. Biskup dreipa C6. Hvítur er að hanga peðinu. Og ef hann leikur biskup F4 þá myndi ég mæla mér hóku G8 hérna og við erum að fara að leika G5 og H5. Fá hann sér líflega stöðu. Svo getur biskupinn farið á C5 eða G7 eftir hvernig hvítur bregst við. Biskup 1 og 3 þá er B6 athyglisverður leikur. Við tökum reytið af biskupnum og erum hugsanlega biskup C5 í þessum variantum. Nú er hvítur leikur riddari C3 þá er biskup B4 og það virkar nú bara eiginlega jafnt sko, getur orðið mislitir biskupar og hvítur fær tvípeð og veikpeð. Það leikur ekkert á að drepa á C3, það er þetta að leika hrókur E8 fyrst og ef hann leikur F4 þá hefur F6. Sem riddari D2, biskup C5 er upprópunumerki, það er eða svona eina aðalhugmyndin í B6 að því að hann drepur þá drepur á D2 og hún gerur á C5 og C2. Hrókur A D1. Nú hóttum við að drepa á E5. Og já, svona objectively þá var þetta jöfn stað en hvítur er náttúrulega með 3 peðeigur þannig að samkvæmt að endartaflsfræði mætti hann að vera með þess verra. Við skulum baka. Já, þetta er svona þetta helsta í þessa línu við skiptum búið drottningum. Þannig að við skulum vinda okkur í mainline, D3 E5 sem er sennilega besti leikurinn. Nú riddari C6. Hér er biskup B4 aðalínan. Skulum byrja á F4. Hvítur reynir að hanga peðinu. Biskup G4 góður leikur.
og hér eru alveg heilir 5 leikir sem ég er með, en biskup B5 er slæmur, bara sína hvernig það teflist. Riddari D4, hótum biskup F5, hér er dróning H4 góðleikur, og hér hótum við dróning G2 og riddari B3. Þetta er svona smá vandræði. Riddari C3 á löngróku við, hérna dróning B4 góðleikur. Nú segir mann valdi á B2, þá er þetta hérna framhald, það er sannlega ágætt. Biskup E7 prófunumerki, H3, við þurfum að tefla þetta aldrei virt, við erum náttúrulega peðin undir, en við völdum hérna 10 reytinni eins og er. Það er mjög mikilvægt, hrókurinn kemst ekki á D1. Nú H3, biskup F5, nú er leikur riddari G3, þá hefur biskup H4, sem er mjög óþægileg leppun fyrir hvítan. Þegar hann leikur H3 þá veikir hann sig á G3. Kongur F3, hrókur D8, og við erum alveg með bætur fyrir P hérna sýnst mér. Náttúrulega hvítur gæti þurft að hafa ágjör að biskup E6 og biskup D5, einhver svona leppunum. Hótur náttúrulega A2 eða leikum biskup E6. Svo getur við reynt að leika F5. Þetta er svona óþægileg stað á hvíta, myndi ég segja, þó hann sé peð yfir. Drepa á B4, biskup F5, bara jöfn stað að skrifa ég hérna, við erum að fara að vinna C2 peði. Þannig að við skulum baka. Þannig að F4, biskup G4, biskup D3, þá vinnum við með þessa hugmynd og hvítu getur ekki hrókirað. Og hér er löngrókurinn og F5 hugsanlegt plan, eins og sjáum að örvónum. F5 upprápunumerki, drepið. Og hér hefur við ótrúlega skemmtilega leik, biskup A3 takk fyrir, hótum á B2 og hrókur A E8. Og þetta er bara búið. Þetta er allt að koma. Gallin við hvítstöðunni, hann getur ekki hrókirað, við erum með biskup og drottninguna hérna, biskupin valdar skálinnar, þannig að það er svona ákveðið vandamál. Þetta var mjög skemmtilegt fannst mér. Nú biskup E2, F5, upprápunumerki, löngrókun, stuttrókir á, kemur dróng C5 upprápunumerki. Já, það verður ekkert upp, það má náttúrulega alls ekki drepa á C5, þá það er bara svona harakiri sýnist mér eftir einhver riddari G4 leik, C2 peðið að falla. Riddari C3, riddari D4, og við erum með svo. Hvítur en það eftir að leysa vandamáli með biskupin og C-inum. Nú H3, dróning H4 skák, kongur D2. Já, þetta er lítur hans vel út. Við erum bara að fara langkrókir hérna eftir C3 síns mér. Og hvítu verður bara að passa að vera ekki mát hérna. Þannig að F4, biskup G4 er mjög hættulegt fyrir hvítan. Biskup F4, þá kemur hérna framhald sem ég held að ansi margir munu falli í netraðskákum, jafnvel yfir borðunum í hraðskák. G5, það er eitthvað svo eðlilegt bara að leika biskup G3 hans að hugsa og valda áfram á E5, en þá er F5
það er bara kall í hafi sko. Þetta er bara kall yfir, þannig að þetta er svona mjög nasty trikk sko. En hvítur á aðra leiki ef maður fattar þetta. Biskop D2, F5, biskop 1-6 og ef hann fer í þetta þá held ég að fáum ágætt spil. Það er hérna biskop C5, hrókur HE8, hrókur HG8 líka og við erum með mjög virkastuðu fyrir peð. Rittari C3, rittari T4 og löngkrókun. Þetta er mjög góð stað á hvítan á svartan sig. Hótum rittari B3 síns mér eða eitthvað. Biskop B5 er annar leikur. Hótar á C6, biskop D7, E6 upprópunarmerki. Eftir B6 geta alveg verið áhugavert hérna. Og ég er með biskop B6 sem aðalínuna. Og hann má náttúrulega ekki drepa á C6 skák út af biskop D7 og drottningin af. Nú biskop E5, þá kemur þetta framhald. Hugmyndin er eins og sjáum á örvonum, það er hrókur G6, hrókur E6 og löngkrókun. Já, við erum alveg með líflega stöðu. Hrókur G6, hrókur E6. Skemmtilegt plan. Og stuttrókun. Hér er með biskop D5 aðlínuna. Við getum aðeins kíkt á langar hrókun hérna. Biskop E3, B4. Nú eru peðin undir. En það geta alveg verið að við séum með hörku spil fyrir peð sko. Biskop H3 er hótun og rittarinn eða þá B1. Þetta er alveg athyglisvert sko. Til dæmis að biskupinn færi á, ég er nú ekki búin að krifja þetta mikið, en biskupinn færi á D6 og hrókurinn á H5 eitthvað svona. Getur verið stórhættulegt. En ég er með aðra aðalínu. Fyrst að langar hrókurinn er biskop D5. Nú, hann verður að drepa E7 og hann leikur dróng D4 þá og þetta er alltaf hættulegt fyrir hvítan. Við erum að fara langkrókera og ég held að þetta getur bara enda með máti fljótlega sko. Drepa á E7. Biskop F6. Nú C3 og kemur kongur D7 og við erum ennþá með alveg virkni hérna. Getum verið að pressa á drottningavæng með A5, A4, hrókur E8 þetta. Mjög líklega næsti leikur. Við erum með svona einhver compensation fyrir peð. Og rittari C3 þá held ég að þetta sé nú bara nokkuð jafnt. Kongur F7, hrókur HE8 að koma. Misliti biskupar. Hvítur með peð yfir en veika peðastuð. Ég held að sé ekki hægt að vinna þetta á hvít. Þannig að biskop E5, biskop D7. Þetta er mainline. Nú þetta er C3 aðalínan. Lengi talað það sem refutation, en við skulum aðeins kíkja hérna á E6. Bara að sína og A5 svart stönd betur. Og ef hann hrókerar þá löngkróku við hótum á E5. Hann getur ekki leikja F4 út af hann C5 skák. Og ef hann leikur hrókur E1 á valdar þá drepa á E5 og hvítur veikur í borðinu. Fyrir bara með rittarinn C6 eða G6.
F4, já, biskup F4, A6, segjum að drepi og leikur dregum G3, það leikur G5 hérna upprópunarmerki. Þetta svona dæmigert framhald, við erum að nýta okkur, það erum með biskupinn og C6 og hér lendum við í algjörri veislu sko. Þetta svona drauma sýnari og þetta bara sýna hættuðnir í stöðunni. Já, og ef hvítur hörvar á G3 þá hefur við alltaf H5 og þetta einhvern veginn alltaf koma á hann sko. Það mikið potensial í sókninni. Bakka aðeins hérna. Já, biskup A4, þá var F5 upprópunarmerki, þetta svo oft áður. Hér best að leika H6 og hér gott að það búin að leika A6, annars hefði hvíti getur dreipað á C6 og dreipað á A7. Nú ef hann dreipur hérna og leikur dranga A7, þá kemur B6 sniðuleikur, völdum A8, dranga C4, G5, þetta svona gambit tafnarska. Hér biskup G7 áhuguruleikur, biskuparið og líflega stöðu. Biskup D5 sem sagt svona skráð hjá mér sem mainline, en það er alltaf leika biskup G7 líka og skákin heldur bara áfram og við erum með flotta biskupa. Biskup D7, það rittari C3, það er mainline og lengi talað þetta sem refutation á dróni G7, Lundkrókun. Biskup F4 hangir á piðinu, biskup E3 er annar möguleiki, dróni B4, það teflið svona, kongur C8, biskup E7 mikið vægleikur og H6 og ég sé ekki að hvítur sem er neitt í þessu. Ég myndi senna bara freka vilja á svart. Biskup F4, dróni B4 upprópunarmerki, það er mikið hægt að kunna þetta með teflut á svart. Lundkrókun, nú er það dreipur á B4, þá kemur rittardreipur, honi á C2, biskup C5 og hrókur 1-8 og örvarnar hérna útskýra planið, það er rittari C6 og biskup D4 og við erum ekki með verra, við erum að fara ná bara í F5 syns mér. Alltaf erfitt að fá svona variant á sig með hvítu, það sem mann finnst það eitthvað svo heimskulu variantur sem svartur að tefla, en mann langar svo að refsa því sko, en ef maður finnur ekki leiðina þá geta menn farið að leika bara lélugum leikjum til þess að reyna að refsa því sko. Það er svona þekkt sálfræði. Og Lundkrókun, mainline, rittardreipur E5, upprópunarmerki og var að dreipa og rittari G5. Fyrst sýnist manni þetta verið ansi slæmt á svartan, en svartar á hérna góðanleik, biskup E1-7. Hann dreipur, það er mainline, en skoða aðra leiki, ef hann leikur hrókur H1, þá bara hrókur D8 og hvítur getur ekki tekið út af hrókur F8 og hangir F4. Caruana hefur leikið H4 í hraðskák á netinu, þá er best að leika hrókur D8, svartur deltið ekki, það er nýjung. Segjum G3, tefla svona F6, þetta er við uppstaða,
Það er mjög erfitt að vinna þetta á hvítan, held ég. Getur alveg eins tapað þessu. Biskup G3, H6. Hér með einhverja línu líka. Skák. Og þetta bara jafntefli. Þannig að við skulum bakka hérna. Biskup E7. Hrókur F8 og rittarinn á H8 sleppur ekki út sko. Þannig að hvítur þarf að finna þetta til að fá teflanlega stöðu og hrókur F7 hérna enda línan hjá mér. Ég skrifa bara í uppstað. Já, þetta er nú svona óljóst bara, en þetta er svona skemmtilega trikki lína og alveg fínt að tefla þetta í styttri tímörkum og kaffihúsaskákmótum og kemur svo sem alveg grein í langri skák líka. Já, takk fyrir.